Ok, hér kemur enn eitt dæmið. Í skólaeinum boðið upp á nám í stærðfræði, ensku og íslensku. Eina önnuna voru alls 500 nemendur í stærðfræði, 400 í íslensku og 300 í ensku. Þar voru alls 300 í stærðfræði og íslensku, 200 bæði í stærðfræði og ensku og 220 bæði í ensku og íslensku og 170 lögðu stund á allar greinarnar 3. Hversu margir nemendur voru í skólanum þessa önn og sýndu fjöldatölur á vennmynd. Ok, ég ætla að byrja á því að teikna vennmynd. Það eru 3 mengi inn í grunnmenginu, mengi fyrir stærðfræðina, enskuna og íslenskuna. Ok, hér er komin ágætis vennmynd og með 3 mengjum. Og ég ætla að hafa þetta bara fyrir mengi fyrir íslenskuna hér og fyrir enskuna hér, kalla þetta bara mengið E og fyrir stærðfræðina hérna. Ok, og hvaða upplýsingar hef ég? Jú, í íslenskunni, það voru 400 og í enskunni, það voru 300 og í stærðfræðinni voru 500. Ok, en ég hafði líka þeir sem voru sko í byttu við, ég ætla að taka hérna fyrir þeir sem voru í stærðfræði og íslensku, segi það svona, það voru 300. Ok, svo voru með stærðfræði og ensku, það voru 250 og svo var það enska og íslenska, það voru 220. Ok, og svo voru þarna 170 sem að lögðu stund á þetta allt saman, íslenska, stærðfræði og enska og þau voru 170. Og það hlýtur þá að vera sniðmengi allra þessara mengja, það sem er eingöngu í íslensku, stærðfræði og ensku. Þannig það er akkurat hér. Þannig hér seti það fjöldan 170. Ok, og nú ætla ég að skoða þeir sem voru í ensku og íslensku sem eru 200. Ok, ég er komin með 170. Þá hlýtur að vanta upp á 50. Af því að í þessum sniðmengi á að vera 220, ég ætla nú að skrifa þetta rétt, hérna var 220, ekki 200, heldur 220, hafa þetta hérna rétt uppskrifa hjá mér, samanber hérna 220, og þetta er samtals 220. Nú skoðum það sem voru í ensku stærðfræði, það voru 250. Og það er komið hérna þegar 170. Þannig ef ég legg 80 við, þá er ég komið með þetta hérna sniðmengi, ensku og stærðfræði samtals 250. Og svo skoða ég stærðfræði íslensku, það er þegar komið 170 og svo bæti ég 130 við í þetta sniðmengi, íslenska stærðfræði. Það er komið samtals 300. Ok, nú get ég fara að skoða eingöngu hérna íslenskuna. Ég get lagt þetta saman hérna. Hér er komið 350. Þetta er allt inn í íslensku menginu. Þannig að eftir stendur 50. Þannig því að þetta samtals hérna í þessu mengi á að vera 400. Og við skoðum enskuna. Það á að vera samtals 300. Og hér erum við komið með 300, af því 170 pluss 80 pluss 50 er 300. Þannig ég þarf ekki að skrifa neina tölu. Allir nemendurnir sem voru í ensku eru komnir hingað inn. Og stærðfræðin var 500 og ég legg bara þetta saman, þetta er 300 og þetta er, já, vantar 120 hérna upp á. 300, 400 og 500, já. Þannig að hér er komin fjöldin 500. Ok, og þá get ég lesið spurningana. Hversu margir nemendur voru í skólanum þessa önn?
Nú ég legg þá bara allar þessar tölur saman og þá fæ ég fjöldan. Fjöldi nemenda sjá, ég var ekki búin að leggja þetta saman, hérna 300, 400, 500, 600. Fjöldi nemenda var 600 þessa önnina. Og dæmi 24 og 25 eru svipuð þessu og þá getið þið prófað ykkur sjálf áfram. Gangi ykkur vel.